Komið sæl og blessuð og gleðilegt árs, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Ég búinn að ná í ungan mann sem búinn að vera í skóla alveg held ég frá því hann mann eftir sér. Vinnur nú sem kennari við Háskólann á Akureyri. Guðmundur Ævar Oddsson heitir hann og við ætlum að spjalla við hann lífið og tilveruna hér eftir smástund. Guðmundur Ævar, ertu velkominn. Takk fyrir hjálpa. Ég verð að segja að þú hafi verið í skóla alveg frá því mannstu eftir þér. En hvernig voru jólin og áramótin hjá þér? Þetta var bara frábært að vera í faðmi fjölskyldunar. Við erum búin að vera búsett í Bandaríkjunum síðustu 10 ár og það var þetta frábært líka sko, en að vera hérna með stórfjölskylduna nálægt sér, það þetta bara dásamlegt. Já. Haldið mörg jól í Ameríku? Já. Það sem þú varst í námi? Hvað er það, 10 ár? 10 ár. Við fluttum út, ég og fjölskyldan 2007 og fluttum nú heimilinu sumar 2017, þannig að þetta 10 ár ef stærðfræðin ekki að síkja. Já, þú svona milli hruna eins og maður segir. Það má eiginlega segja það sko, en notabene ég flutti fyrir hrun, við vorum ekki að flýja neitt sko. Já, þú náðir því að fara fyrir hrun. Já, fyrir sem 2007. Já, og hvert fórstu þá eða til? Herru, ég fór sem sagt í framhaldsnám við Missouri háskóla, nánar tiltekið í Columbia í Missouri fylki. Er það ekki góður háskóli? Mjög góður, þetta svona aðal háskólinn í þessu 6 milljón manna fylki. Já. Og fer þar í framhaldsnám og ég komst inn í fleiri deildir en við ákváðum sem sagt að fara til Bandaríkjanna eftir að góði menn eins og Þóroddur Bjarnason og svona voru búin að mæla með því að fara frekar til Bandaríkjanna heldur en til dæmis til Bretlands. Já. Og ég sem sagt annar Íslendingur sem lík doktorsprófi frá Missouri háskóla og hinn sem sagt Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur við Háskóla Íslands. Já. Þannig ég fekk meðmæli sem sagt frá honum og hann mælti með þessari deild og við vorum ekkert svikin sko. Já. Leið ofboðslega vel. Hvernig það þegar sko þú ert ákveðin, þú ert búin að vinna að námi og í námi, búin að taka ákveðin próf hér heima. Hvernig fer það svo fram? Ég meina, þarftu þá að senda allt sem þú ert búin að gera og senda inn einkunnir og meðmæli og þess að. Er þetta erfitt að komast í þetta? Já, þetta krefst mikil að vinnu og þú þarft eiginlega að taka Íslendinginn dálítið út vegna þess að þú þarft að hugsa mjög langt fram í tímann. Þú þarft eiginlega að hugsa 18 mánuði fram í tímann ef þú ætlar til dæmis að fara í framhaldsnám. Já. Vegna þess að þeir byrja að auglýsa skal ég segja þér, auglýsa námið sko löngu áður en að þú hefur nám. Já. Og þú þarft að taka próf til þess að sýna fram á enskukunnáttu þína og síðan þarft að taka próf sem heitir GRE sem á að prófa svona rökhugsun og starffræði og svona hitt og þetta, þannig að þú þarft að sýna fram og ekki bara einkunnir hérna úr íslenskum háskólum heldur líka sko enskukunnáttu og síðan það sem að þeir nota svona til þess að síja út liði sem þeir telja ekki erindi í framhaldsnám. Þarftu þá að fara út og hitta einhvern menn sitja hérna við borð og spurja þig? Nei, það er ekki svoleiðis. Nei, það er nú boðið upp á þessi próf hérna heima. Nú er framhaldsnám í Bandaríkjunum er nú það vinsælasta í heiminum sko, þannig að það eru nú flest lönd með einhvers konar batteri sko hér. Það sem er boðið upp á svona próf reglulega. Já. En síðan fer þetta bara fyrir einhverja valnefnd úti sem er bara með nokkra bunka, já og nei og kannski og allt þetta sko. Já. Þannig að, en þú byrjar hér þá og lærir hvað? Viðskiptafræði? Já, ég byrja í viðskiptafræði. Þú ert nú ekki maður í viðskiptafræði? Nei. Fyrirgefðu sko. Já. Þú þekkir mig ágætlega sko, en þegar ég var ég byrjaði viðskiptafræði hér og kunni alveg bara ágætlega við það og gekk vel en ég áttaði mig svo á því þegar ég var svona hálfnaði með viðskiptafræði að hugum minn lá annars staðar, meira í svona gagnrýni félagsvísindum en ég ákvað semst að klára viðskiptafræðina og geri það bara. Já, geri það bara, já. Skutla sér gegnum viðskiptafræði. Einmitt. Og í kjölfarið fer ég sem sagt og innrita mig í samfélags- og hagþróunarfræði við HA.
hafði sem sagt áður en það gerðist var ég búinn að ákveða að fara í félagsfræði við HÍ en síðan bara vildi svo skemmtilega til að þegar ég að útskrifast þannig í viðskiptafræðinni að þá skólinn að koma að fót þessu nýja námi í samfélags- og hagþróunarfræði sem svona blanda af félagsfræði, hagfræði og þróunarfræði og að ég bara sló til og sé svo sannarlega ekki eftir því. Þetta var alveg frábært nám og á þessum tíma þegar ég semst í samfélags- og hagþróunarfræðinni að þá var ég strax búinn að ákveða að ég ætlaði að fara og verða semst doktor í félagsfræði og hugsaði með mér að svona til þess að gera mig að betri kennara þá ætti ég nú að taka kennsluréttindin með. Þannig ég tók kennsluréttindi líka og útskrifast með 3 gráður frá HA sem sagt þá síðustu gráðana 2006. Já. Bara sér svona? Þetta var ekkert sér svona en ég meina maður þurfti þetta að hafa fyrir þessu en mér finnst óbærslega gaman að læra og já, ég bara fekk óbærslega góðar undirstöður í háskólanum og síðan æxlaðist það þannig að ég beið í 1 ár eftir konunni minni, Hrafnhildi, þegar hún var að klára nám í fjölmiðlafræði við HA og síðan bara skellt okkur út til Bandaríkjanna í framhaldsnám. Hver kona þín? Hrafnhildur Reykjölin Vigfúsdóttir heitir hún. Hvaðan hún? Hún frá Dalvík. Hún frá Dalvík? Já. Þú ferð ekki út til Firðinum eins og? Nei, nákvæmlega. Já, og hvað sér, hún læri fjölmiðlafræði? Hún læri fjölmiðlafræði á HA, já. Og vinnur við það þá eða? Nei, hún sem sagt við flytjum út til Bandaríkjanna og það vill nú svo einkennilega til að þegar þú ert í framhaldsnámi út í Bandaríkjunum eins og ég að þá má makiðin ekki vinna úti í Bandaríkjunum. En kona mín hún sá sér leik á borði og fór í meira nám. Hún lærði sem sagt heilsuþjálfun og markþjálfun og núna starfar hún sem sagt á starfsendurhæfingu Norðurlands og þar sem hún nýtir sem sagt sína menntun í sem sagt annars vegar heilsuþjálfun og hins vegar markþjálfun. Já, þannig hún þá ekkert í fjölmiðluninni eða? Nei, í fjölmiðla, hún hefur lítið verið í því annað en sko hún hefur verið í svona heimasíðugerð og svona hitt og þetta og síðan þegar við vorum úti þá þýddi hún bók eftir stjörnublaðamanninn Malcolm Gladwell sko, þannig að þú getur bara farið í bókvalpennan og náðir í þá bók sko. Náðir í þá bók, já. En Guðmundur, ætlaðirðu þetta sko að læra svona mikið og fara svona mikið í skóla? Já, frá því ég ákvað að skipta úr þegar ég búið með viðskiptafræðin og fór í samfélags- og hagþróunarfræðina þá það leyti að þá ákvað ég sko að ég... Þú segir ég ákvað að verða doktor? Já. Það nú meira en að segja það. Já, það er gríðar vinna. Þetta gríðarlega mikið vinna og ég bara... Þetta var bara ákvörðun sem ég tók á þessu tíma. Ég vildi vera í akademíunni og ég vildi sinna rannsóknum og ég kann vel við mig svona í þessu umhverfi sko. Og ákvað bara þetta væri bara svona lógískt endamark að verða doktor í félagsfræði og vinna þá í akademíunni og sinna rannsóknum. Já. Ég sá skrá yfir það sem þú hefur lært og hvar þú hefur verið. Já. Og hvað þú hefur skrifað og hefur komið í vísindaritum og öðru slíku. Já. Þannig að þú ert alveg á kafi í þessu. Já, þetta sko eins og ég vitni nú í hann Þórótt aftur sko að hann sagði einhvern tímann við mig sko þegar ég var að velta þessu fyrir mér, ég var í grunnnáminu og hann sagði hann eitthvað á þessa leið að findu vinnu sem þú elskar og þú munt aldrei vinna handtak. Já, aldrei þurfa að vinna. Aldrei þurfa að vinna sko, já, kannski aldrei þurfa að vinna. Og þannig líður mér í akademíunni sko. Ég hlakka til að fara í vinnuna og mér finnst gaman að skrifa greinar og ég hef gaman að því að kenna og vinnan hefur aldrei verið kvöð. Og það var örugglega það sem ég var að hugsa þarna á þessum árum í grunnnáminu að ég ætla að finna mér eitthvað þannig sko. Já. Og ég hef ekki verið svikinn sko, ég bara dásamlega þessi tími sem ég verið að kenna og ég rannsakað þau hugðarefni sem ég hef áhuga á. Það er enginn sem að segja mig fyrir verkum og það er... Geturðu gert það í gegnum bara þína vinnu, þess aftar? Já, eins og nú er ég dósent við félagsvísinda og lagadeild Háskólans á Akureyri og þar er það bil 40% af okkar starfsskyldu sem sagt falin í rannsóknum og þar sem sagt sinni ég mínum hugðarefnum
og rannsaka það sem ég hef áhuga á, sko. Lendu með dæmi svona hugðarefni og rannsóknir sem þetta fást við. Já, sko. Hvernig ertu konur, sko, þú heldur áfram í náminu, svona fjarlægist viðskiptafræðina. Já, segir rauninni skilið við hana. Já, hvar ertu staddur? Hvað er þetta að fjalla Hvað er fjalla sko? Hef ég aðalega skrifað sem sagt stéttaskiptingu og aðalega hugmyndir Íslendinga stéttaskiptingu. En svona síðustu ár og sérstaklega núna á síðasta ári eftir ég var ráðinn við Háskólann á Akureyri og þá aðalega við lögreglufræðibrautina að þá hef ég farið að rannsaka lögreglumenn hérna á Íslandi og í verkefni núna ásamt Andy Hill sem brautastjóri lögreglufræðinnar og með honum Þórati að rannsaka löggæslu lögreglumenn utan höfuðborgarsvæðisins. Sveitarlögurnar? Já, og kallið þetta lögregla í landsbyggðunum. Já. Vegna þess að það ýmislegar áskoranir sem felast í því að vera lögregla á landsbyggðinni sko, sem að eða rétt sagt utan höfuðborgarsvæðisins sem að fólk kannski endilega áttast ekki á, bara fjarlægðirnar. Ein lögg á einhverjum stað og alltaf á vakt? Já, alltaf á vakt, viðbragðstíminn og þetta þurfa að vera algjörir 1000 fjarlægsmiðir því það ekki hægt að bara að kalla á einhverja sérfræðinga alltaf vegna þess að það þarf að vera hægt að fylgja málum eftir og enda eru lögreglan á þessum litlu stöðum oft óðboðslega fjölhæfur vegna þess að þeir þurfa að gera allan fjandann sko. Og þannig að við erum sem sagt núna að kortleggja sem sagt svona þróun lögreglu frá síðustu aldamótum og munum taka viðtöl við lögreglumenn. Þetta byrjar á því? Viðtölum ekki byrja á því en við erum í þessum kortlækningarfasa núna sko. Já, er þetta skemmtilegt? Þetta óboðslega skemmtilegt. Hvernig sko, þú hlýtur að vera búin að vera í sambandi þá við lögreglu einhvers staðar? Já, það eru aðalega sem sagt samstarfsmaður minn, hann Andy sko, sem búinn að vera hann er búinn að vera hérna í það bil ár og hann búinn að koma sér upp mikið af kontaktum sko. En núna erum við svona aðalega svona sikta út hvar við viljum taka sér viðtölu því að við viljum eins og þú veist að þá eru landsbyggðirnar mjög fjölbreyttar sko, að það ekki að sama að vera lögga á Ísafirði eða Kópaskeri sko. Þannig að bara reyna að fá inn svona flesta breytur sko, þannig að við getum svona dregið upp nokkuð raunsæja mynd af lögreglu. Og hvað gera við þetta? Hvað gera við þetta? Það sko fyrir að fyrsta að þá þetta hefur lögregla í dreifðum byggðum lítið fyrir rannsókn, ekki bara á Íslandi, heldur líka bara hinum Norðurlöndunum og annars staðar. Það litla sem að við vitum byggist á rannsóknum sem var gerðar í Bandaríkjunum annars vegar og eitthvað hefur verið gert í Ástralíu. Og fyrir að fyrsta þá bara svona þekkingin að við vitum meira þetta mikilvæga þessa mikilvægu starfsstétt sko. Bara svo við getum tekið svona upplýstari ákvarðanir þegar kemur að því að manna þessa stöður og hvernig þú að mennta lögreglumenn og það svona kannski eitt af því hagnýta sem kemur út úr þessu sko að niðurstöðurnar getum við notað síðan til þess að taka upplýstari ákvarðanir hvað við erum síðan að kenna verðandi lögreglumönnum í náminu. Þannig að við vorum svona hugsa þetta ekki bara svona þekkingar vegna, heldur líka sko þekking sem við getum nýst okkur á mjög hagnýtan hátt. En þetta orð þekking er náttúrulega grunnurinn, undirstaðan. Jú, það er grunnurinn sko. Þú varst í Ameríku 10 ár, segirðu? Já. Hvernig var í Ameríku, eins og maður segir? Já, þetta er stórt land. Þetta er stórt land, sko. Við kunnum óbúslega vel við okkur, eignuðust mikið af vinum og upplifðum margt, sko. Og svona heilt yfir bara alveg frábært, sko. En ástæðan fyrir við ákomast nú heim er fyrst og fremst bara fjölskyldulegum ástæðum, sko. Við eigum 3 stráka, Árna sem er 5 ára og Odd sem er 9 ára og hann Jakob sem er 15 ára. Já. Og við vorum svona þegar kemur á svona fjölskyldu að þá vorum við þetta bara svona ein sko úti og stór fjölskyldan okkar hérna á Íslandi og þá aðalega hérna á Norðurlandi og við vildum bara hreinlega vera nær henni. Já, en hvernig var sko samneyti þar að segja komu pabbi og mamma og vinir í heimsókn eða komu þið heim á sumrin eða eitthvað svoleiðis? Já, við skal ég segja kom alltaf heim á sumrin í þessi 10 ár nema 1 sumar þá vorum við úti
og foreldrar Hrafnhildar og foreldrar mínir voru mjög duglega að heimsækja okkur og við fengum líka heimsóknir frá systkinum og vinum. Þannig að það hjálpaði alveg heilmikið sko, alveg dásamlegt að geta sýnt þeim hérna stóru Ameríku. Já, hvernig sko, nú talað að Ameríkanar taki nú yfirleitt vel á móti fólki sko, þú veist, hún flytur inn í hverfið eða eitthvað þess áttar. Hvernig bjugguð þið? Við byggum mjög vel sko, og fyrsta árið þá vorum við á svona nemendagörðum og krónan var alveg ofboðslega sterk á þessum tíma, þetta er 2007. Þannig ég man það alltaf, við vorum alveg fyrir ágætis 3 herbergja íbúð og við vorum 3, þá vorum við að borga 36.000 krónur á mánuði. Í leigu? Þetta var eitthvað svona $530 sko, en króna var svo sterk sko, þetta var bara svona eftir á hyggja sko, alveg bara brandari sko. En síðan þetta kemur hrunið árið eftir sko, og þá var þetta allt miklu dýrara sko. Þannig við erum sem bara fegin, við vorum búin að kaupa bíl og rúm og sjónvarp, alla stóru hlutina sko, áður en hrunið kom sko, úti sko. Já. Þannig að og svona daglegt líf, umgengni við nágrannana og þess áttar? Sko, maður búin að heyra þegar maður fór út sko, að kaninn væri svo Bandaríkjamenn þetta væri allt bara í nefinu á þeim sko, þegar þeir segja sko how are you sko, þeir meina ekkert með þessu sko. Já, og brosa. Og brosa sko, en reynslu okkar nú sú sko að þeir eru óbóðslega gesturistnir og þetta nú aðeins meira heldur en í nefinu á þeim, því við höfum þetta ekki kynnst annar eins kurteisi og einmitt þarna þar sem við byggum fyrstu 7 árin í Missouri fylki og síðan í Michigan fylki sko, þeir eru óbóðslega opnir og vilja ekki allt fyrir mann gera. Þannig að já, okkur fannst það svona skemmtileg tilbreyting sko, einmitt að flytja til Bandaríkjanna þar sem að fólk var svona opið sko. Já. Hvaða hugmyndir hafðirðu þá Bandaríkjamenn og Bandaríkin? Áður fórst? Áður en ég fór út sko, já, ég var nú með þessa staðalímynd dálítið í huga sko, þeir væru svona dálítið opnir sko, þannig að þessi staðalímynd að mér sko, út frá minni 10 ára reynslu, það er nú heilmikið til í henni sko, að þeir séu svona opnir. En ég bjóst dálítið við þessum öfgum sko, ég segi stundum að þú finnur margt af því besta og margt af því versta í heiminum í Bandaríkjunum, þetta er þetta stórt land og fjölmennt og miklar öfgar í hinnar og þess áttina sko, þannig að það ég var nú ekkert fyrir svona óbærslega miklu menningarsjokki sko, en margt sem ég var búinn að gera mér í hugarlund að það eiginlega rættist sko. Já, þú ferð í góðan háskóla í Missouri. Þetta er náttúrulega í miðju landi. Þetta er bara eiginlega, ef þú horfir bara á kort á Bandaríkjunum, þetta er bara næstu því bara akkúrat í miðjunni. Það er kannski Kansas sem er aðeins nær miðju sko. Já. Það er engin fjöll. Engin fjöll. Engin sjór. Já, það var ákveðið sjokk fyrir okkur sko, Eyfirðingana sem var vana að hafa sko, fjöll og hvora hönd og sjór og allt að klára á áttunum sko. Ég keypti mig GPS-tæki þarna fljótlega, eða við keyptum okkur GPS-tæki fljótlega eftir við fluttum út og ég vissi aldrei hvar ég var sko, þeir áttum vegna þetta er bara eintómur himinn og flatlendi sko, og það tók smá tíma að venjast því. Já. Það tók smá tíma að venjast því sko, því að þetta er bara eintómur himinn og síðan bara flatlendi sko. Já, mataræði, maturinn? Herðu, borðum vel úti en lítið af fiski. Við vorum mjög fljót sko að átta okkur á því að fiskurinn sem var í boði þarna var ekki það sem við þeim að venja sko. Og þannig að við borðum svona eiginlega skiptum út fiski fyrir kjúkling og grænmetissushi og eitthvað svona sko. Guðmundur, þú ert sko mikill körfubolta áhugamaður og spilaði körfubolta á æfðir. Já. Varstu í því þarna? Nei, ég var nú bara í svona bumbubolta sko, í hádeginu með þarna hinnum nemyndunum sko. Já. En já, ég spilaði heilmikið körfubolta hérna fyrir Þór og einmitt hætti, svona lagði skóna á hilluna þarna árið sem að við fluttum út. Já. En ég gat nú ekki alveg sagt skilið við þetta, þannig að ég sem sagt fór í svona bumbubolta. Nei, en nú sko, þeir eru þarna allan tíman, þeir eru með stráka, þeir vaxa á grasi. Kom aldrei til eða var aldrei hugmyndin að sko setjast bara að? Aldrei held ég svona í fullri alvöru sko. Af því að sko, fyrir utan það að þú ferð að vinna. Já. Í kennslu í háskóla þarna úti. Sko, við ákváðum bara að halda þessu opnu. Við höfum í
þegar ég fer í framhaldsnámið þá vorum við ekkert búin að ákveða að fara á vinnumarkaðinn eftir útskrift sko, en við tökum þá ákvörðun þarna undir lokin að gera það en þá ákveðum bara að halda hlutunum opnum sko. Við vildum ætlum að láta á þetta reyna og athuga hvernig okkur líkaði en það blundaði nú svona alltaf í okkur að við myndum nú snúa heim sko. Já. Og við gerðum það bara alveg strax frá byrjun að það var alltaf bara töluð íslenska heima og sem fórum við alltaf heim á sumrin fyrir utan þetta eina sumar sem við ákváðum að vera úti að við sáum alltaf til þess að strákarnir töluð íslensku sko. Og við viljum að sjálfsögða að þeir geti tala við ömmur og afa og stórfjölskylduna og allt það sko. En var ekkert mál í sjálfum sér að þú fengir að vinna þarna? Jú, þetta nú bara eins og í Austur-Þýskalandi gamla þegar kemur á svona pappírum sko, að það þurfti að fara í gegnum þvílíku sko, já bara svona stafla af alls konar svona atvinnupappírum og fara í bandaríska sendiráði hér og fá vegabréfsáritun framlengda og hitt og þetta. Þetta alveg óbóðslega mikið bara sko. Já. Og það var mikið þegar við vorum í framhaldsnáminu og þá bara meira ef eitthvað þegar við byrjaðum að vinna sko. Já. Þurftur að fá sko, fékkstu kannski bara leyfi einhvern ákveðin tíma, 3 mánuði eitthvað, þurfti svo að endurnýja eða? Já, sko, þegar ég fekk vinnuna þá fekk ég semst 3 ára atvinnuleyfi og við vorum byrjuð á þessu græna korts dæmi og við hefðum fengið þetta græna kort bara, ætlaðum ekki fengið það síðasta sumar sko, en það var einmitt svona það leyti sko þegar við ákváðum að flytja heim. Að þá voru ennþá nokkrir mánuðir í að við þurftum að segja bara lag go með græna korti sko. Þannig að það svona ýtti við okkur, jæja, hvað ætlum við að gera? Að það hefði auðvelt okkur heilmikið að fá græna korti sko. Þá hefði þetta pappírsfargan minnkað bara alveg helling sko. Hvað fannst strákonum það ætla að fara að flytja heim? Bara heilt yfir bara mjög kátir með það sko. En voru þeir ekki ánægðir samt þarna úti? Jú, áttu fullt af vinnum og eiga fullt af vinnum og hann auðvitað eitthvað blendið en svona meira ánægja yfir að vera að flytja heim sko. Já. En ég var sko að því að spyrja þig sko hvort það hefði hvarflað að ykkur að setja stað sko. Hefðu þið gert það? Hvernig væru eftir 25 ár í Ameríku? Væru þið köflóttum buxum? Já, sko, ég segi nú alltaf, sko, þú getur aldrei verið í herbyggi sem verður að mála á þess að fá smá málingu á þig. Ég veit, sko, að maður verður alltaf meiri bandaríkjamaður eftir svo oft heima þarna lengur, sko, rétt eins og bara vera Íslendingur, sko. Að jú, þetta hefði maður svona nálgast meira svona þeirra veruhátt, sko. En ég á bara dálítið erfitt með að sjá mig þar, sko, eftir svona langan tíma, sko, því að Ísland togar alltaf í mann, sko. Það er einhvern veginn þannig, sko, allir sem ég hef talað við sem hafa dvalið og búið í útlöndum, það er alltaf eitthvað þetta Ísland togar í mig. Já, ég veit ekki hvort þetta sem vegna við erum svo fá, sko, fámenn og lítil að við þurfum alltaf að vera að hugsa svona stöðu okkar í heiminum, sko. Hvernig við erum, sko, út frá öðrum þjóðum. Við höfum ekki efnaði að láta eins og Bandaríkjamenn sem halda því sko, nafli alheimsins og þú þurfur ekkert að hugsa, sko önnur lönd nema kannski bara Kanada og Mexíkó sko. Ég hef hitti fullt af þannig fólki sko, sem að ofboðslega þjóðhverft og fer aldrei út úr fylkinu og fer raun ekki út úr fylkinu sko. Að við Íslendingar höfum ekki þann luxus ef við getum sagt að við þurfum alltaf að hugsa sko afstöðu okkar gagnvart öðrum sko, lítill gjaldmiðill, við erum í eyþjóð í miðju hafi og allt þetta sko, við getum ekki bara stokkið við landamærin sko til Noregs eða eitthvað sko. Já. Þannig að, já. En þú ert komin heim í skóla, en þú ert ennþá í skóla? Ég er ennþá í skóla, já. Eins og ég segi, ég kann óbúslega vel við mig í akademíunni og það bara hitti svo skemmtilega á að eftir að við vorum búin að ákveða að flytja heim að þá auglýstu við stöðu við Háskólann á Akureyri og hún bara hentaði mér svona ljómandi vel og ég sæki og blessunlega fékk ég þessa stöðu þannig að ég þurfti ekkert að gera eitthvað annað í einhver tíma áður maður kemist aftur í akademíuna þannig að maður fá bara frá Norður Michigan háskóla og yfir í Háskólann á Akureyri. Já, það er munur þar á samt. Það er munur þar á. Norður Michigan háskóli er með
8.500, 9.000 nemendur og Háskólinn á Akureyri með 2.000. Já. Þar af yfir helming held ég í fjarnámi ef ég fer rétt með. Og auðvitað í Missouri háskóli, þar sem ég kendi líka, þar eru sko 36 eða 7.000 nemendur. Þannig að stærðin er aðeins önnur sko. En hugmyndin er alltaf svo sama sko, að skapa og miðla vísindalegri þekkingu. Þannig að ég hef ekkert orðið fyrir neinu sérstöku menningarsjokki sko, það er bara helst að við höfum úr aðeins minni peningum að spila. Já, hærri laun þar. Hærri laun þar, já. Og líka bara svona, þar borgar nemendur himinhá skólagjöld. Ég man ekki hvernig var. Þegar ég var sjálfur í framhaldsnáminu við Missouri háskóla, þá felldu þeir niður skólagjöldin mín og borguðu mér smá laun alltaf í hverju mánuði, en ef ég þurfti að borga skólagjöldin þá held ég að það hafi einhverja 3 milljónir á ári eða eitthvað sko, sem ég hef ekki haft nein efni á sko. En þetta eru nemendur í flestum háskólum í Bandaríkjunum að borga alveg óðbóðslega miklar upphæðir sko, getur alveg verið sko 6-7 milljónir á ári sko. Nú er komið að myndatöku. Já. Er ekki best að taka lokið? Jú, allir það ekki. Það er oft talið betra. Jæja, Guðmundur, Ævar Oddsson. Já, það þarf ekki nema eina mynd af þér. Já, ok, já. Þakka þér kærlega fyrir spjallið og vertu velkomin heim. Takk fyrir kærlega. Mín ánægjan.